Bara eins og í öðru sem að Austurbrú gerir, þá er það fyrst og fremst okkar hlutverk að fara kannski upp í þyrluna og horfa niður og hugsa hvað þarf samfélagið. Hvað er þörf á að samfélagið, hvað getum við sem þróunarstofnun gert fyrir samfélagið okkar, hvar er vöntun, hvar eru tækifæri og leið fylgjast með hvað er að gerast í stærra samhengi, vegna þess að allt er þetta einhver þróun og oft verður hún auðvitað til hjá okkur líka og þá þurfum við að miðla henni annað. Við erum oft að gera eitthvað sem er horft til annar staðar en það er líka öfugt og það er mikilvægast fyrir Austurbrú að vera að fylgjast með þessu og koma verkefnum áfram. Austurbrú sem slík er ekki framleiðandi af viðburðum eða vörum nema í einstaka tilfellum þegar eitthvað er að detta í gang sko. En já, ég held að tengja fólk saman, láta vita af því að þessi sé búa til klasa og samtal og samstarf þeirra aðila sem er að vinna í þessu og svo kemur þetta náttúrulega mjög mikið í gegnum sóknaráætlun og uppbyggingarsjóð að þar fylgjumst við mjög vel með hvað samfélagið er að hugsa í formi umsókna og annað þvílíkt og reynum að gera því skil og styðja við og ýta undir að sé sótt fjármagn á fleiri staði, það sé tala saman þarna og kannski ástæða til þess að þjappa saman, safna fólki á einhverjum kringumstæðum eða eitthvað slíkt sko. Þannig að já, við erum svona tengslastofnun þróunar og uppbyggingar, getur maður sagt.